Finnur til hamingju maður komin í úrslit í bikarnum. 27 stiga sigur. Það var margt gott sem við tekið út úr þessum leik. Þetta var að losa spennustigið. Já, vartanlega varst við bara góðir svona 95% af leiksins og flokkust við vel svona auðvitað þessu verið gerund á farið en sóknarlega setja stífur og styrður og aðsnaðlegir og svona ekki fyrir við fengum hana smá kappa henni fyrir það og svo í fjórða sem að náma að búa til hennar mun en það var ekki við tökum með það sem ekki verið 27 stiga munur á liðunum þetta. Nei, það var ekkert glæsileg skotin þykki í þessu leik sko og sem að það sé bara mæti í höllina spennustig eða góð vörn. Já, ég held að það sé bara svona bæði við að skipta og það verður þetta svona svolítið þungt og svona en ég veist við bara, já fín, við vorum að fá skot, Aron og Pablo fá mjög góð lúk, við fá lúk frá skotmönnum og það leikin og það alltaf að segja hitt og ekki hitta en bara ánægð með sigurinn og alltaf en ég bara er búinn að koma okkur í aðstöðu að vera að spila bikar sem er alltaf frábært, bara sem er eitthvað sem við erum stoltir af, að Valur sé að fara að spila bikarmeistaratitilinn. Það er eitthvað sem er frábært og skemmtilegt og það helst sem að tekur út þessu. Þú ert að mæta honum Arnari í næsta leik sem að setja óvart með síðan Keflavík það voru mörgum tæpið vera tölvöldin lið og annars sko. Og yfir Íslandsmeistaratitilinn yfir bikartitilinn. Já, Arnar bara frábær þjálfari og sýnir það enn og einu sinni. Tekur hérna bara, tekur aðgerð sem að margir hafa verið að gagnrýna en hann vissi nákvæmlega hvað hann að gera og hann skilur að vinna bikarúrslit og liðið lítur rosalega vel út hjá honum núna og við fyrir með algjörðan toppleik ef við ætlum að vinna á sunnudaginn, á laugardaginn. Við bara stjarnan alltaf með mikla sögu bikarnum og þetta er sannkallað bikarleik þannig að við þurfum að koma inn og vera klárir og við verðum það þannig að við bara látum að þetta. Allir þín menn góðir, veistu þeir alveg klárir? Já, hann er alltaf klár hvort það er ekki. Við munum sakna Ossi áfram. Hann alltaf missaði af leik öklameiðsluna sem hann var fyrir á móti Stjörnunni síðast. Þannig að við þurfum að vera án hans en aðrir eru klárir og gott að sjá að stráka stíga upp í dag og svara kallinu með framstuð. Það er bara að gangi vel. Takk fyrir það.